Guðrúnarsson. Númer 55, Karoli Stropur. Númer 98, Viorel Boska. Og númer 99, Igor Kopczynski. Fucking unemployment line of cocaine. Tie little B up to a full tank of propane. Swag, now watch it cook. Don't just stand there and look. Have a bonfire with old Harry Potter books.
Sigurður Árnason.
Bjartur Davíð Sturluson. Númer 7 Dagur Arnarsson. Fuck me, you know I got it.
Piłka na morze. Gratuluję Ci witanie Rumorza.
Beslut Ragnarsson. Besluturinn Kári Strópur. Beslut Ragnarsson. Agotolko
ég er með hann í botni, sko. Halló. Halló. Þú gætir hann upp í völd. Þetta er hann. Halló. Ég er rétt að kemst upp í, sko, mínus 55 decibel þegar ég tala í hann. Já. Ef ég er alveg uppið hann og að tala svona hátt, þá er rétt að kemst upp í 55 decibel. Þannig þegar ég banka í hann, þá fer næstu svona hátt eða eitthvað. Ég er að prófa það núna. Ertu með henni í tölvunni sjálfur því? Hérna, farið í hennar. Já, halló. Ég veit ekki hvað hann ætlar að koma. Halló. Það er skrítið þennan núna þetta. Hvað veit ég? Nú styrður. Já, þetta er sjálf. Já, ég er hérna. Sko, já, eitthvað, já. Halló, já. Já, ég er búinn að setja opnunarofna, já, ég ætla að opna þetta en að setja. Halló, já, ok, það kemur bara ekkert upp þegar ég. Halló. Þú veist, ég nota það heima alla daga, sko. Halló. Talaði hérna við miðdaginn. Ok, þetta er ekki það. Já. Þú veist, ég er með hljóðið þar núna. Nei, hljóðið það er indið mic í hérna. Hljóðið sem ég nota núna. Nei, það er að koma á mæknum. En það er rosalega lágt. Já. Það er allt í. Já, ég veit það. Það er allt í botni hérna. Inntak. Halló. Já, það er allt í botni alls staðar, sko. Halló. Já, ég er með hann, en ég er samt ekki að nota hann. Það fylgdi ekki snúra með honum.
Já, halló? Halló? Komið þið sæl og blessu og eru velkomin í seinnaleginn innan það Þóra IBF. Við finnst veljuringar á tæknilegum örðuleikum hjá okkur. Náðum ekki lýsa fyrirhálfum því miður. Smá veisan á okkur en vonandi fyrirgefa okkur það. Þórsararnir tapir 6 í hálfleik. IBF búin að líta virkilega vel út. Mjög gott handboltalið, rosalega marga góða leikmenn. Dagur Arnarsson búinn frá hamförum með 7 mörk. City í sinni heimkomu með 4. Rosalega gott að sjá hann aftur í höllinni. Þórsararnir búin að vera í smá vandræðum sóknarlega. IBF búin að fá mörk út í mörk. Enn og aftur núna, þessi sóknir Þór byrjar ekki nógu vel. Új, Víó Boska með huggulega sendingu og gas. Maðurinn klárar þetta. Frábærlega gert hjá VRL. Nýjasti leikmaður Þórs. Það er gaman að sjá hvernig kemur inn þetta. Rosalega mikilvægt Þórs að fá einn örfendan. Bara flæði í spilinu. Eyjamenn mistu að sjálfsögðu sinn örfenda. Ásgeir Snæ í meiðsli frá í 4 til 5 mánuði fór úr Axtalið. Óbúslega leiðilega frétti. Og byrjaði tímabilið þokkalega og svona var að fá sénsinn í meistaraflokki almennilega í fyrst skipti. Var búinn að vera í val, frábær í yngri flokkunum og búinn að spila mjög vel lengi. En nú var hann að fá sénsinn í fyrst skipti og leiðilegt hann hefði meiðst. Friðrik Hólm að skora þarna. Rugglaði með aðeins, komin í 3:45. Hinu er sennilega rifnað. Já, við óskum Ásgeiri skjótsbata og vonast að sjá hann eftir handboltavellinum sem allra fyrst. Þórsararnir stilla hér upp. Valli, Strópus, VRL. Þetta var skrítin ásókn. Friðrik sækir hatt með Kára með sér. Kári frest, já, fyrstu fram. Þetta er alvöru maður. Fagnar eins og að hætti húsins. Elskar að skora mörk svo mikið. Hann er fyrstu fram hér Halibin líka. Ekkert rosalega valið að spila vörn. Oftast í skiptingunni vörn og sókn. En hann er í skiptunni hérna í vörninu núna. Spilar á móti VRL. City fyrir framann.
Gaman sem Sitta komin aftur í heim í deildina. Búinn að vera í Þýskalandinu nokkur ár. Strópus gerir þetta vel. Já, Sitti er búinn að spila á háa level í Þýskalandi. Hann kemur hérna heim með fullt af reynslu á bakinu. Dagur sækir á, ekki dæmt. Það er hálf furðulegt. En Ígor sækir. Skorar, vel gert Ígor. Dagur skilur ekkert og ég skil hann hins vegar pínu því að þetta var fríkast. En ekki dæmt. Kemur Ívar Logi aftur inn í hægriskiptuna. Skemmtilegur spilari. Bróðir Hákon Staða. Fæddur 2000. Hákon Dag konar með núna. Hákon Dag sá sig markast rýpi af með 24 mörk í sem 3 leikjum. 8 mörk í leik, það er ágætt. Friðrik gerir þetta vel. Skemmtilegt slút þarna yfir Arnar. Arnór Viðarsson fyrir framann. Hann er sjálfsögður bróðir Elliða sem fór út í atvinnumennsku núna. Fínt að fá bara yngri bróðir Elliða til að taka við hann fyrir framann í vörninni. Ígor gerir þetta mjög vel, frábært slút. Rosalega hraður handboltaleikur hérna, nóg af mörkum, nóg af færum. Bæði lið sækja hratt ef þau geta. Eitthvað vesen á markinu þetta sýnist mér. Jæja, Arnar græðir þetta, ekkert vesen. Hákon Dag áfram á miðjunni á HBF. Sitti kominn smá hvíld. Kom með einhverja bindingu á læri, líst ekkert á það. Hann er búinn að vera eitthvað meiddur. Eða verið að taka bindinguna af hann kannski bara, ég veit ekki alveg hvað er í gangi þarna. Þannig að meðan skora IMN. Og nú sé ég lagið með Sitta. Viljum henta hann spila þetta leiki. Það er eitthvað að kvenka sér þarna. En Þórsarinn stillu upp. Garðar sækir á. Valli í árás. Já. Þórsarinn svona að hanga í þeim. Ætla ekki að missa Álu frá sér. Mega raun ekki misti þessi mikið og setna en ekki ætla að fá út úr þessu. Eyjamenn líka bara það sterkir að þú þarft að spila rosalega vel til að ná einhver út í leikamóti. Þeir eru með 4 stig í 3 leiki Eyjamenn. Töpi fyrir Haukum í DB Senkurhöllinni. Unnu Valsarana heima í síðasta leik sem var rosalega sterkur sigur hérna. Liti líka bara frábært út. En þetta er frábært sending á Garðari. Ígor skorar. Virkilega vel gert hjá Garðari. Og Ígor klárar þetta. Eyjamenn aðeins værukæri núna. Þórsararnir er að nýta sér það þokkalega. Við erum að fara að hvíla í vörninni núna. Nú skipta Eyjamenn á markmann. Björn við að koma inn á markið. Ég er mjög gaman á honum. Hann getur gjörsamlega að loka markinu sínum degi. Ég vil líka heyrta út undan með hans er toppmaður. En ég selja ekki dýr henni kefta. Kári virðist renna þarna. Heppna fór ekki verð þarna. Það þurrka gólfið, það er eðlilegast fyrir einhver önnur. Og setja IB aftur upp. Sitti er ennþá á bekknum. Spurning hvort hann geti haldið leika áfram. Þetta var vel gert þetta degi. Ópen að fá ekki markið. Mikael Ónis dómari bjargar sér þarna að hann hefði verið lentur. Ég held að hann hefði bara verið að redda sér því hann flautaði að snemma. Ég var alltaf ekki mjög satt þegar það eru Dagur að skora þetta marka og það fæ ekki talið. Ívar í gegn. Nær að tróða honum hann upp í fjær og þetta er rosalega skemmtilegt slút. Mikilvægt mark líka fyrir IBF. Voru í smá vesenni. Strópus, Valli. Hotnið galopið en Strópus alltaf sjálfur finnur Þór Tandra. Já, víti er lentur, senna rétt. Dómar í dag eru Bjarni og Ramonas Mikael Ónis.
Dæmdi fyrir áleggin bara nokkuð vel. Hlýtur að vera pínu erfiðleikur að dæma, mikið hlaup, mjög hraðleikur. Igor skorar. Minkar þetta aftur í 4, Þórsarinn ennþá inn í þessu. Vörðin og Þór búin að góð hingið til seinni. Ívar sækir á, sendur á Hákon. Hákon. Fríkast. Steini tekur vel á mótor hana. Hákon. Pínu ráðaleysi í sóknleiki núna. Ívar gerir vel samt þarna og Steini lendir pínu á eftir honum. Spurning hvað Rámónus gerir hérna. Það er bara fríkast. Dagur sækir á. Hákon með gott undirhandaskot. Rosalega erfitt að verja þessu, en það eru að verja þetta. Arnar sér boltan í rauninni aldrei. Vörðin verður að komast fyrir þetta skot. Hákon Dag kom með 3 mörk, Þórsarinn getur nú bara prísið sér sæla með það. Með 8 mörk í leik á tímabilinu. Vel gert, vel spila. Friðrik spilar í rauninni bara góða vörð fannst mér. Það lendi kannski aðeins á eftir honum. Það gæti verið að... Hann er kannski ekki skrefunum sett næst að fann að tæmi undir. Ekki gróft brot samt. Það stillir Valli upp einur fyrir, spurning hver á að velja, Sýnistar og Strópus. Ígor kemur út, aftur niður í hornið, Strópus, rosalega óákveðinn, Boska inn á línuna, Þórður skorar, mjög vel spilað Þórsarum, frábær sókn. Þetta gerir Víor alveg vel, nær að selja skotið og droppa hann með línuna. Komið Íbjaf í sókn, einum færri. Takk ekki markmannin út af þessu flest líka gera. Svanur Páll Viljámsson er komin í hægra hornið. Dagur, þetta gerir Dagur vel, var í rauninu komið fríkasti líka. Klókt hvernig hann sótti að vörðina hana. Var alltaf með fríkasti ef hann skildi klikka. Það er að laumunum milli fóta Arnars. Skorar sitt 8. markið í dag. Dagur hefur alltaf verið búin að þessi Íbjaf liðið svolítið lengi en kannski komin í starra hlutverk núna heldur undanfarin ár. Víó, Boska, já. Þetta er allt áfarinn, ef er hann ekki hérna. Þórsarinn konum með 90 mörk í þessum leik. Töluverð framför frá síðasta heimili gegn FH og bara á tímabilinu stóknleikum verið pínu í vesen. Virkaði þokkalega á með IR í síðasta leik og ennþá betur núna. Kári er að spila miðinu núna, leiklega, þetta var smá vesen. Erlingur tekur sennilega rétt ákvörðuna, tekur leiklega. Aðeins að ræða sína menn, hvernig er þetta að spila þetta einu færi. Spurning hvað Dóri segir við sína menn. Setja einhver færi bil á staðið Þórsarum. Markahæstir í dag Þórsarum eru Ígor og Valli sem kemur sem ekki á orð. Þeir eru markahæstir á tímabilinu líka. Ígor með 20 á tímabilinu og Valli 15. Í dag er Ígor með 5, Valli 3. Víor Boska er búinn að koma þokkalega inn í þetta. Virðist vera góður í handbolta. Spurning hvort hann ná að koma sér inn í þetta og verða líka leikmenn fyrir Þórsara. Það er í rauninni nauðsynlegt. Hann er væntanlega að fara að spila nánast hverja mínútu í hægri skiptunni. Hann er einu örfætta skiptan sem Þórsararnir eiga.
farið aftur á stað. IBF manni færi í 10 sekúndur viðbót. Spila væntanlega manninn inn. Erum með markmann út af, þannig að það eru jafnmargir núna. Róbert kominn í sóknina, gaman að sjá. Þetta var furðuleg sending. Og hvað er dæmt? Það er fótur á Kára væntanlega. Ígor í gegn. Hengu vel í loftinu. Og skorar að sjálfsögðu. Minkar þetta í 3 mörk, þetta er leikurinn í höllinni. Dagur sækir á, erfið sending. Sitt er ennþá búinn að vera að labba og koma lærin í ganga aftur. Það er erfitt að segja hvort hann sé að spila meira eða ekki. Frábær sending á Degi þarna. Næra eins að dútla með boltan, leyfi Káran á alvöru blokkaríku og losa hann svo bara inn á hann. Mjög vel gert að Degi. Situr hver að skokka hérna á bekknum. Erfitt að segja. IBF í smá vandræðan sóknarlega án hans. Fannar Frikir sjálfsög ekki búinn að vera neitt inn á þessum leik. Veit ekki hvort það séu meiðslar hjá hann. Theodor er líka á bekknum. Veit ekki hvort séu að hvíla á það, hvort séu meiddir. Víorel, Strópus, aftur á Víorel. Losar hann á Valla. Vel varið á byrni. Sá þennan allan tíman. Geti IBF komið sér aftur í 5 mörk. Skiptir Róbert og Hákon kemur aftur inn á miðjuna. Ívar í hægri skipti og Dagur í vinstri. Hákon sækir á. Yfir á Dag. Ívar, Dag kemur inn á miðjuna. Þetta er bara fótur, já. Þetta er fótur, þetta er rétt. Kári situr eitthvað upp þarna. Reynir að ná blokkeringunni og Dagur skorar. Dagur búinn að vera gjörsamlega frábær í dag. 9 mörk og eitthvað af stóðsendingum. Valli í smá vandræðum. Nær að losa boltan. Stilla Þórsararnir upp. Strópusinn á miðjunni núna. Arnór Viðarsson að trufla fyrir framann. Sennilega harpings á gólfinu eða eitthvað. Það er bara blautt eftir að Dagur datt hann þaðan. Aftur í gang. Það er meira en að segja að leysa svona framlíkjandi vörn. Spurningum Þórsararnir náði. Góða vörn hjá Friðriki hérna. Þetta er bara góða vörn fannst mér persónulega. Vonandi sé lagið með Arnór hérna. Friðrik rauninni eltir hann bara, lendir aldrei eftir honum. Þannig að mínum ekki 2 mínútur. Hárrétt dómgæsla. En þetta er eins og frábærlega gert að Strópus. Vír og lófinn hann. Setur hann undir hann upp í slanun aftur. Gult spjald á Valda á bekknum. Mikael Ónis ekki að nenna þessu. Sér Röfli. Vildi fá 2 mínútur þarna. Þessu sem alveg skiljanlegt. Þetta var svona matchatriði. Mér persónulega fannst það rétti dómur. Hákon með skemmtilega fintu. Þetta er rosalega vel gert. Fekk högg á andlitið þarna sýnist mér. Verður að stoppa leikinn. Það stoppar ekki leikinn. 8 að stoppa leikinn er höfuðmeiðsli, held ég. Vonum sé að leiða með hann. Ég sá ekki hver gaf hann höggið, en það virðist að hafa sloppið ágætlega frá þessu. Víorel sækir á. Aftur á Valla. Strópus í 1-1. Góð vörn þarna hjá Svan fyrirgeði. Þetta gerir Svani mjög vel, las sendinguna og mættur. Fyrst afsökunar á fallbætt nafni að sveitlust, það var ekki viljandi. Gult spjald á bekkinn hjá IBF núna. Vildi sennilega fá 2 mínútur þegar Hákon fekk höfuð ekki á hann, eða það bara myndi stoppa leikinn, annarkvort.
Mínum mætti dómararnir kannski fara að spjalla hans við þjálfarana, heyra bara hvað það hafa að segja í stæðan fyrir að fara alltaf beint í vasan. Fara að spjalla við og róa aðeins niður. Byrjuðu missa íbjöð af boltan út af þessu, eða hvað já, sýnst það. En já, mínum mætti hefði Bjarni bara mátt kannski fara að spjalla við hann, heyra hvað hann hefur að segja, róa hann aðeins niður í stæðan fyrir að vera beint í vasan. En Gull spjalla niður í stæðan og þó fá boltan. Geta minkað þetta í 5 mörk aftur. Þetta fer svona verða síðust séns að Þór að halda sér í þessum leik. Valli dribblar á. Friðrik að spila góða vörn á Víóra hérna. Frábærlega gert af Friðriki og mætti fyrstur í hraðalöpi. Þórður reynir undan honum. Friðrik gerir þetta vel. Þetta mark á Friðrik Hólm í raunskust, gullust. Hann fær ekki stólinn bolta en hann átti stólinn bolta í rauninni og svo fyrstu fram líka. Þórsarður reyna einangra Víóra á Friðrik en það er ekki að ganga. Aftur stillaður upp, nú kemur Ígor úr horninu, sækir á. Lendir í vesinu næst skotin en fær fríkast. Þórsson stillir upp aftur. Trúin er svona fjær út hjá okkar mönnum. Næra losunum á Þór þarna, Valli. Þórður í vesinu við jafnvægi en gerir mjög vel. Frábærlega gert af Þórtandra. Góð sending líka. Við sýnum City á lokið þáttöku sem er leiðilegt. Vonum að ná þessi fyrir næsta leik. Sjálfsög uppalinn í þorpinu. Þetta er frábær vörn. Hlíðinu virðist að meitt sig eitthvað annað samt. Strópus dribblar á. Róvartan er skynsamlega Strópus. Víóra sækir á. Steini ennþá í sókninni. Valli með pínu ótímabært skot þarna. Við erum búin að róa leikið niður og ætla að stilla upp en þá kemur skotið. Vel verið að bitni enga síður. Minn maður búin að koma róin inn í leik og verið bara nokkra bolta þægilegt. Stendur alltaf fyrir sínu. Oft kallaður einfærin. Ívar sækir á, sendir á Hákon. Hákon sækir á yfir á Dag. Góð finta það degið þarna, rosalega vel gert. Gat fengið víti þarna, færði ekki. Vel gert hjá Hákon þetta á frákastinu. Finta hennar degið hins vegar mjög góð. Ég persónulega hefði viljað víti. Dagur sennilega líka, en fekk það ekki. Dagur ert að grínast, þetta er svo vel gert. Rosalega góð sending. Ómögulegt að vera þessi í rauninni. Hendin hans var komin eiginlega ónáttúrulega langt frá líkamann þegar hann nær sendingunni einhvern veginn tilbaka. Og Kári er alltaf að fara að halda blokkinni sinni. Það þarf ekki að spyrja því. Þetta kom í 7 mörk. Orðið pínu brekka. Dagur ekki ennþá ósættur með að fá ekki vítið á hann. Spurning hvað Þórsarðurinn situr upp núna. Þetta er orðið rosalega erfitt. 7 mörk. Rúmlega 10 mínútur eftir. Eyjamenn að spila á í rauninni bara 8 leikmönnum, mikið meðsli í þeirra hóp núna. Fannar, Theodor og Seytirkur, allir hafa ekki spilað í seinni leik, allavega lítið og virðast ekki alltaf halda að leika áfram. Þannig að sterkt fyrir þá að ná að klára þetta á þessum fámönnum og Ásgeir sannstu ekki með heldur. Þannig að þetta er að vera að vinna með 7 mörkum í höllinni er nokkuð vel þessi vikið með marga tæpa og ekki með sitt sterkasta lið. Þórsarðnir líka búin að spila þokkalega en IBF er bara einfaldlega á hærra level en Þórsarðnir. Það er búið að sýna svolítið í dag. Einhvern veginn alltaf auðveldara fyrir IBF að fá þessi mörk heldur en Þórsarðnir. Þórsarðnir hafa töluvert meira fyrir mörkunum sínum. Þetta kom aftur í gang. Nú er Strópus að miðinn og stillir upp. Arnó fyrir framann í vörninni.
Þá setur Þórsararnir upp í hverja sem Ígor kemur út. Hann á að sækja á, leysir síðan inn. Strópus. Vel gert hjá Karolis. Er með mjög ýkt að einfalda fintu. Getur verið erfitt að verjast henni. Aftur sillir Hákon upp á miðunni. Hákon var ekki að spila miðuna en hann er búinn að leysa virkilega vel í dag. Dagur skemmtileg tilraun. Það er ekki alveg að opna hornið. Ívar yfir á Hákon. Eyjamenn sem er rétthendars hægri skyttu, það er aldrei gott. Eru sem að leysa vel úr því. Dagur missir boltann á óöpinn. Steini ákveðinn. Sendur á Ígor, það er alltaf góð hugmynd. Strópus, pínu vesen hana. Góð vörn. Boltinn sé eitthvað sleipur, Dagur verið alltaf feika sendinguna en boltinn annar 100 á mánum. Ekki búinn að stiga mörg feilspor í dag en þarna kom eitt. Aftur sami kerfi á hann, Ígor kemur upp. Sækir á Ívar Loga sem er núna fyrir framann. Frábærlega gert af Ígor. Losar hann á Þórdandana sem heldur blokkinni sinni mjög vel og klárar þetta snild. Dotti er búinn að vera góður í dag, komið 4 mörk. Stætt fyrir sjálfstraustið hans að fá góðan leik núna. Þetta eru 5 mörk, þetta er eftir séns. Hákon Dagi, yfir að Ívar. Dagur sækir á. Vel gert hjá Hákon í dag. Það er rosalega erfitt að dekka Kára Kristjánuna í línunni. Miklu meira en að segja. Ígor inn á demantinum, ert að grínast með þetta slút. Þetta var rosalega huggulegt. Það er ekkert rosalega margir í deildinni sem er að fara í gegn, en Ígor hugsaði sér ekki tvisvar og í rauninni feikaði snúninginn, lyfti síðan hendinni upp og svona snuddar hann yfir öxlun á Birni sem gat voða lítið gert. En aftur sitt IBF upp. Sjáum að Þristarnir Þórir í fulla fangi með Kára og já, þetta er í rauninni ekki hægt. Vítakast. Með viðbröðuna Kára virðist að vera víti. Hlinu kvartar heldur ekki mikið, þetta er sennilega rétt. En það er, IBF er bara búin að finna Kára og það er ekkert rosalega erfitt að finna hann er bara það góður í handbolta. En Hákon fer á línuna, skorar Öryggi. Hákon með sitt 5. mark í dag. Búinn að vera nokkur rólegur, skorar svo 13 á móti IR. Og 5 og 6 í leikinum þar á eftir. Þá sækja Þórsararnir, aftur kemur Ígor upp, virkaði vel síðast. Ígor sækjar á, já. Arnór það sennilega reyma. Var leiðin út í rimlana, en Ígor fór í hinn áttina. Ég ætla hann ekkert að erfiða við hann samt, það er meira en að segja eiga við Ígor 1 á 1. Hann fær þetta verkefni aftur, gera betur núna, Víorel upp. Nær ekki skotinu, góð vörn. Hefði mátt losa hann og Þór þarna, en góð vörn, nær brjóta á honum. Valli, Víorel. Hvað er í gangi þarna? 2 mínútur á Róbert. Eitthvað, já. Róbert var 2 mínútur. Líklega fyrir að toga Þór til sín. Já, ég skal ekki segja. Treysti Bjarna fyrir þessu, hann sá eitthvað á 22. Þó sæði einu fleiri aftur. Nýttur sér vel síðast. Með ekkert að hangsa, veit það mikið samt. Þau þurfa mark. Ígor kemur upp, sama kerfi á hann. Víorel upp. No looker. Í hotni á Ígor, en frábæla var ég á Birni. En þessi no look sending af Víorel, þess að það er rosalega góð. Gaman að sjá. Virðist að hann ná Svan líka til að horfa í hinn áttina. Galopnar Ígor, ekki líkt honum að klikka þarna. Spurningin fara bara í sama kerfi aftur.
láta Víur alveg vera, hendin komin upp, það er rosalega undarlegt. Við erum búin að vera í, einmitt. Þetta var eins og frábært lút. Skilur hann í rauninni eftir í nærhorninu þarna, lætur Björn fara með sér í fjær. IBF að taka Björn út af til að Refmann gerir sókninni. Sammála Gumma með það þarf eiginlega að stoppa þessa þróun að mínum andi. Svolítið þreytt að sé engin refsing var einu færri. Já, einmitt. Hákon Daði með rosalega góða trippfintu. Hreyfir meðmynda mjög vel og gal hún á vörnina. Þannig að mínum andi þarf að gera eitthvað í þessu. Það er ekki gott að vera einu færri en getur það Refmann gerir sókn. Vel gert að Stropus. Vingar þetta til 6. Gerir þetta nánast öll í Óliseldinni. Þór gera þessu líka. Þetta er svona... ég veit ekki, mér finnst þetta ekki góð þróun. Ívar Logi í smá veisin en losar hann á Hákon. IBF Refmann gerir aftur. Dagur í undirhandskot, frábær vörn hjá Hlín. Steini svolítið ankar sér út þarna. Ekkert á þetta. Vonandi er að lagi með Ívar, ég veit ekki hvað hann meiti sig, en hann meiti sennilega lærinu. Af hverju hendin er ekki á leiðinni upp, er hulinn ágæta. Tók 15 sekundur á Þórsfjörum áðan. Dagur gerir vel losan í hornið, Friðrik í gegn. Vel varið á Jóhanni. Valla langaði neglunum fram, en ákvað gera ekki. Steini vonandi losar hann, já. Valli segir á. Nú er það Þórsandi pínu að drífa sig en ekki mikið. Er þetta andlit eða eitthvað? Já. Friðrik fær 2 mínútur hérna. Örlítið óöpinn. Ég vil ekki segja að lendi að slá hann andlitið en þetta var svona óeiginlega verk. Þórsarnar eftir einu færið þá nú er þetta smá möguleiki aftur. Væntanlega sama kerrar sem Ígor kemur upp og nei, það er ekki það. Nú er Stropus að velja. Veit ekki alveg okkur fyrir mikið bara sama kerrar á hann. Það er ekki svo að klikka á hann, Ígor klikka bara á færinu. Fingur döðu fær upp og ég hefði viljað fá það aftur. Stropus er góður í mörgum, kannski ekki alveg hans sterkasta lið að þurfa að velja einn færi. Það kemur Kárin á miðuna. IBF taka markmann út hann, það eru jafnmargir. Arnór kemur á miðuna núna, Kári fyrir hann á línuna. Dagur, Arnór. Það er ekkert mikið að gerast af IBF. Ívar, yfir á Dag. Aftur á Arnór. Það sækir þryggjast bara. Boltinn heldur áfram í leik. Vel gert hjá Degi. Örlítil heppni á Degi en samt rosalega vel gert. Jóhann í erfiðri sendingu í heimi. Farðu frá Bjarni, þú stendur í hraðalöpslínunni. Bjarni með alveg rosalega mikið leikskilning hérna. Hvað hleypar upp með Ígor í horninu. Góða dómar eða kannski farið að endalínu þar sem þú þarft ekki að vera inn á. Þetta er rosalega skrítin ákvörðun að hlaupa meðfram. Nei, svona er þetta. Þökkum Bjarni fyrir þetta. IBF farið aftur í sók, manni færri en markmann út af. Dagur gerir vel. Er þetta nú svona nokkurn veginn farið. Hefði verið gaman að fá mark úr hraðalöpu þarna áðan. Ég veit ekki hvort Ígor hefði gripið hann en það er verið gaman að leyfa honum alltaf að gefa séns. Vítakast. Rétt rúmlega 3 mínútur eftir. Þórsararnir geta minkað í 1. Nei, hérna fyrir ekki 1. Þórsararnir geta minkað í 4, ætla að segja. Nei, 5. Hann var að breyta á töflunni. Já. Svona tekur við vítakast, segir Ígor. Samskiptin inn. Ekkert er að flækja það.
Það kemur inn á hjá IBF. Örn Bjarni Haldarsson kemur á línuna. Kári fæ hvíld. Nokkurn veginn komið í IBF. Dagar á miðinni með 10 mörk í dag. Klárlega bestur í dag á vellinum. Kannski ásamt Kára. Ekki að taka á honum, hann er með 5 mörk og búinn að fiska víti og svona. Dagur skorar sitt 11. mark bara. Í rauninni búinn að fá lyklana á rútinu í dag og Sá er búinn að skila mikið meiðsli og hann er búinn að draga vagninn og ja, 11 mörk aðri lagi. Skemmtilega gert hjá Víðurel. Hann er ekkert mikið að horfa á hvað þetta sendir. Það er bara no look. Þóruður nær ekki að klára þetta samt. Rauningur eða hvað, nei. Bara út af. Alvöru klíma þarna á gólfinu samt. Arnór Þorri virðist að hafa meitt sig. Spurningum stoppar að leikinn svo það getur hlúið að hann, já. Róbert kemur og biður afsökunar. Einu og hálf mínúta eftir að þessu. Þórsarnir getur tekið jákvæmdur, þeir eru búin að skora 27 mörk. Eyjamenn kannski einum og stór biti, en það var svo sem kannski séns í dag með öll þessi meiðsli á þeim. Vel varið á bitni. Gaman að sjá Víðurel taka skarið samt. Þórsarnir þurfa að hafa gæði sem taka skarið. Hákon Daði stillir þessu upp. Líklega síðast sókn Eyjamann í dag, spurning hvernig nýtur hana. Ætla Dagur að ná í 12. markið. Róbert með erfiðri sendingu í heimi, hún var aldrei líklega einhvern veginn. Það gerir Víðurel vel. Steini kannski ekki vanur að vera á línuna að grípa. Og Hákon Daði fær hraðalöpi. Sterkt að fá eitt svona mark til að bæti í kladdan. Tekur líka skemmtileg smá fyrir áhorfendur. Fullt af Eyjamönnum í stúkunni. Þetta var sennilega fyrir þá. Smá behind the back action. 20 sekúndur. Valli yfir á Víðurel. Arnór Þorri feikar undir hans skoti, gerir vel. Fær vítakastið. Það er sennilega víti og búið bara. Ígor ætlar að taka það. Getur minkað í 6 mörk. Björn til varnar. Alltaf hann að standa á línunni. Já, ég er gaman að þessu. Björn er markmaður gamla skólanum. Já, og hann nær líka fiskan í klikk. 7 marka sigur IBF staðreind. Sanngjarn sigur í og sterk IBF liði og gera vel að vinna á hálflemstri liði. En já, við Þórsar þakkum bara IBF fyrir leikinn. Ég heiti Jason Gesson og með okkur í dag. Ég þakka fyrir mig, verið bless. Stöðum á næstu leikjum.